útivist, þín ánægja. Já, komið sæl. Það eru 2 lægðir sem ætla að koma til okkar núna á næstu 2 sólarhringum. Önnur nú skammt suðvesturlandinu og skilin mun nú koma inn á suðvesturlandið núna í nótt og hún fer síðan nokkuð hratt yfir og síðan kemur svo næsta til okkar á aðfanótt þriðjudags og miðvikudaginn þá verðum við svona í norðanátt svona og vindur að ganga niður og á fimmtudaginn að þá ættum við að vera komin í hæga breytilega átt og orðið hægur vindur og bjart veður allt land. En við skulum skoða eins hitasviðið og þá sjáum við að það fylgir þessum allavega fyrirlæðinni fylgir milt loft og einhver leiti þeirri seinni líka en síðan þegar að hún farin framhjá að þá erum við dottin inn í kalda loftið og þá fer nú að kólna hjá okkur og hitatölurnar svona farnir að nálgast frostmarkið og allavega farið að frysta upp á hálendi og snjóa þar. En við skulum skoða mengunarspána fyrir næsta sólarhringinn. Það nú með þessu leiðagangi að þá fylgir talsvert mikill vindur og mengunum mun því dreifast bæði til norðurs og austurs en jafnframt munur þetta nú þynnast út þannig að við munum nú væntanlega ekki sjá mikil merki þessara mengunar. En ef við skoðum þróunina núna næsta sólarhringinn að þá verða skilin komin inn á suðvesturströndina svona í kringum miðnætti og þá verður nú komin allhvöss suðaustanátt á suðvesturlandi en skilin þau fara nú nokkuð hratt yfir það og í kjölfarið að þá fylgir svona mun hægari vindur en skilin verður svona komin á Norðurlandið og Austurlandið svona þegar líður á nóttina og síðan í kjölfarið á morgun að þá fer svona vindur að snúast til norðanáttar landið norðanvert en við tekur nokkuð stíf vestanátt landið sunnanvert og á suðausturlandi verður vindur talsvert mikill og það komin gul vindaviðvörun á suðausturlandi á morgun sem að gildir frá hádegi og fram til klukkan 7 annað kvöld. En það verður nú talsvert úrkoma morgun þó aðal skilin sé nú farin yfir og hún verður svona í formi skúra en hitastigið verður á bilinu svona 10 til 13 stig. Þannig að það verður svona frekar blautur morgundagurinn. En síðan í framhaldinu að þá sjáum við við skoðum þróunina annað kvöld að þá fer nú vindur að ganga niður og úrkoma fer að ganga niður og fáum þarna smá hlé en það verður ekki langt í að strax á aðfanótt þriðjudagsins kemur næsta lagð upp á landinu og hún ætlar að ganga nokkuð hratt yfir landið á þriðjudeginum og henni fylgir þá talsvert mikil úrkoma og vindur á þriðjudag. Og svona lítur þá þriðjudagskortið út hitatölurnar eru farnar að lækka og orðið víða 3 til 5 stiga hiti á láglendi, talsvert mikil rigning og snjókoma til fjalla og síðan á miðvikudaginn að þá verður nú þessi lægð komin norðaustur landinu og við tekur norðanátt með rigningu landið norðanvert en fer nú að birta til sunnanlands en það eins og við sjáum að þá hitatölur á niðurleið og farið að frysta inn til fjalla og snjóa þar. En á fimmtudeginum að þá verður aftur komin veikur hæðarhryggur hjá okkur. Þetta þýðir það að það verður fremur hægur vindur og bjart viðri allt land. En sem sagt í kvöld koma skil upp á landinu með nokkuð hvassari sunnanátt suðvestanverðlandið. Skilin mun síðan fara yfir landið í nótt og síðan á morgun tekur við norðanátt landið norðanvert en nokkuð hvöss vestanátt landið suðaustanvert og gula vindaviðvaranir sem gilda þar frá hádegi og fram á kvöld. En við skulum láta þetta duga að vera í kvöld. Verið sæl.